Ok, þá höldum við áfram hérna með kafla 3 núningskraftinn og við ætlum aðeins að spá núna í hérna varðandi núningskraftinn og ákvarða hvað það sem skilgreinir hvort að núningskraftur sé hár eða lágur. Þannig ef ég tek hérna mína GoPro myndavél og ef ég tósa hérna í bandið þá fer þessi myndavél af stað, þetta smá, og við erum að velta okkur fyrir því hvað það sem ákvarðar hversu erfitt það að tosa í þessa myndavél. Hvað það sem ákvarðar hversu erfitt það að tosa í þessa myndavél? Og við getum ímyndað okkur það að ef við myndum fara yfir á annað yfirborð, til dæmis ef ég myndi fara nú að nota hérna borðið hérna, og þá þarf ég mun minni kraft til þess að tosa myndavélina áfram. Og það bara því að þessi tvö yfirborð, yfirborðið hérna á GoPro festingunni og borðsins, það einhvern veginn sleipara. Myndavélin rennur auðveldlega áfram á borðinu heldur en það gerir á pappír. Þannig að núningurinn, eða að segja í yfirborðin 2, þau grípa misvel í hvort annað. Eða gripið misgott eftir hvort að myndavélin sé á borðinu eða eftir hvort að myndavél sé á blaðinu. Þannig sjá að það aðeins öðruvísi munur þarna á milli. Þannig að það eitthvað sem ákvarðar núningskraftin, það bara hversu gott gripið milli þessara tveggja yfirborða. En síðan líka það ef við erum með þessa myndavél hérna og ég að tosa hann áfram, en síðan kem ég og set puttan hérna ofan á. Hvað gerist þá? Þá allt í einu orðið miklu erfiðara að tosa þessa myndavél áfram. Það ekki? Hún að þrýstast meira niður á borðið. Þannig að þessi tvö yfirborð að þrýstast meira saman, og þegar þessi tvö yfirborð þrýstast meira saman að þá núningskrafturinn meiri, þá erfiðara að tosa þetta áfram. Þannig að F-nún, sem núningskrafturinn, háður gripi milli flata og hversu mikið þessi fletir þrýstast saman. Þetta það sem ákvarðar núningskraftinn. Það grip á milli tveggja yfirborða. Þetta ímyndar ég með sandpappírina, þá það mjög gott grip milli þessarar blessuðu myndavélar hérna og sandpappirsins. Þá gripið mjög gott, þá núningskrafturinn hærri. Eins ef að þessi myndavél hérna núna þrýstast rosa mikið í borðið á einhverjum ástæðum, ef hún allt í einu miklu þyngri, þá mun erfiðara að tosa hann áfram. Því þá þetta hérna yfirborð og borðið að þrýstast meira saman. Og það hægt að skrifa jöfnu fyrir þetta, en ekki hvað. Hún lítur svona út, F-nún, og þetta ein jöfna sem ég eftir að nota í kaflanum. Lítur svona út. F-nún sama sem, og þá kemur þetta skrýtna U hérna. Þetta borið fram sem muy, eins og spænska orðið fyrir mjög. Og F þeir kannastu við. Þetta hérna kallast núningsstöðull. Það mælikvarði á hversu gott grip á milli flata, milli tveggja flata. Til dæmis ef þú með sandpappír
og annan sandpapír og þeir að skrapa saman, að þá var þetta mjög hátt. Eða hátt, ok, það getur verið kannski 5 eða 6 eða eitthvað svoleiðis. Ef þú ert með klaka ofan á klaka, þá er þetta mjög nálægt 0. Ef þetta er 0, þá er engin núningur, sem á sér ekki stað í raunveruleikanum, en ef það er engin núningur, þá er 0. F2 er síðan bara hversu mikið þetta er að þrýsta saman. Munið, F2 er, FG er jörðin að tosa niður hlutinn, F2 er borðið hérna að ýta tilbaka. Þannig að þetta er ein jafna sem þið munum nota út þennan kafla. Ok, tökum núna hérna bara dæmi þetta hérna. En sem sagt, núningsstöðullinn, nokkur orð um hann, en þetta er bara tala. Þetta er engin eining á þessu. Því sjá, hérna eru Newton, hérna eru Newton, og þetta er, afsakið, segi þetta aftur. Hérna eru Newton, þetta er kraftur, hérna eru Newton, þannig að múið er bara einingarlaust. Það er engin eining sem fylgir því. Þetta er bara tala ein og sér. Oftast á bilinu milli 0,1 og 1. En eins og segja, ef þú ert með klaka ofan á klaka, þá er þetta lægra en það. Ef þú ert með sandpapír og sandpapír, þá er þetta hærra en 1. En þetta getur aldrei verið neikvæð tala. Grip á milli tveggja flata getur aldrei verið neikvæð. En því hærri, því betra grip á milli tveggja hluta. Er það ok? Þá skulum við hérna aðeins að prófa að færa þetta hérna. Þetta var ekkert skára. Tökum hérna sýndæmi hérna þennan fallega bíl og hann er tosaður áfram með einhverjum krafti sem við kallum F-tog og það er hérna núningur milli dekkjanna og malbiksins sem er 0,5 í þessu dæmi. Massi bílsins er 1200 kíló og við ætlum að draga hana bíl á jöfnurhraða. Með hversu miklum krafti þurfum við að tosa í bílinn. Ok, það sem ég get gert hérna er að bæta við nokkur kröftum til þess að svona áttum okkur á hvað er að verka á hana bíl. Fyrsta lagi, jörðin er að tosa í hann. Malbikið eða gólfið er að ýta hérna á móti sem er F2 og það er núningskraftur hérna. Þá eru allir kraftirnir komnir hérna, 4. Ok. Nú, við vitum að F-tog og F-nún eru þeir sömu. F-tog og F-nún er sama stærðin. Hún er það af því að hann er á jöfnuhraða. Ok, jafnhraði þýðir heildarkrafturinn er 0. Ef heildarkrafturinn er 0 þá er kraftarnir til hægri og vinstri jafnstórir. F-tog er sama sem F-nún. Ok, frábært. Þá þurfum við bara að finna F-nún. Og F-nún er fundið með þessari jöfnu. Múi sinnum F2. Múi er gefið 0,5. Þá er bara að finna F2. Og F2 er sama sem FG. Þegar krafturinn upp er jafn stór og krafturinn niður. Þá þurfum við bara að finna FG. Og það er M sinnum G. Sem er 1200 sinnum 9,8. Og þetta er 11.800 Newton. Þannig að núna getum við reiknað út F-nún, það er 0,5 sinnum 11.800 Newton.
Þetta gerir samtal 5880 Newton. Já, þannig að þetta núningskrafturinn og það þýðir að þetta líka þá krafturinn sem þarf til að tosa í á jöfnum hraða. Síðan komin á dæmi 3, 17, 18 og 19. En það dæmi 3, 19 sem við þurfum að taka aðeins fyrir hérna. Sko, það þetta hérna með þessari gröfu hérna sem til í alvörunni. Notaðu námum. Hérna eru á þessu hjóli hérna eru risastórar skúffur eða svona skúffur eða gröfur eiginlega. Þetta snýst í hringi og þetta mokar úr fjallinu. Það sem verið að náma. En þessi grafa, ef svo mætti kalla, er að fara hérna úr einni námi yfir aðra. Og það verið að keyra hana hérna yfir landi bara hérna. Og hún vegur 45.500 tonn. Passa ykkur, þetta ekki 45,5 tonn. Þetta 45.500 tonn. Og hún með 3 vélar til þess að koma sér áfram. Ein vélin minni en hinar 2. Og svo litla skilar 40 mn í tókraft. Hérna stóra m forskeytti og það mega. 40 meganewton. Og mega þýðir bara sama miljón. Þetta 40 miljón newton í tókraft. Hinar 2 eru jafn stórar. Spurt með hversu miklum krafti nær ein stór vél að skila í tókraft. Núningsstöðull milli gröfun og jarðar 0,4. Ok. Við teiknum mynd og ég hef reynt að teikna mynd af þessari gröfu en það verður bara alltaf hálf spaulegt, þannig ég ætla að sleppa því. Þannig að hérna F lítill, það þá krafturinn í litlu vélinni og hérna eru 2 stórar. F stór tvisvarsinnum og hérna F núll. Ok. Og ég veit að massi 45.000. Þannig breyti ég bara strax yfir í kíló. Þannig með það. Því að í dæminu þetta gefið í tonnum og ég vil breyta því strax í kíló. Þetta krafturinn í einni lítilli vél. En það stendur í dæminu hérna alveg í lokin og hún fer á jöfnuhraða. Það alltaf þannig, ég fer á jöfnuhraða. Það þýðir jafnhraði. Það þýðir að F heild sama sem 0. Og það þýðir að kraftarinn til hægri jafn stóra kraftarinn til vinstri. Þetta jafnvægi. Þannig ég get sagt að F núll það sama og 2 stóra vélar pluss 1 lítil. Ok, og núna sjáum við, nú erum við komið inn á jöfnu, það sem F lítil við vitum þetta hérna, þetta 40 milljónir. Hérna F stór, þetta það sem við eigum að finna út. Hvað er 1 svona F stór? En til þess þurfum við að vita þetta F núll. Þannig að við finnum F núll, þá getum við leyst þessa hérna jöfnu. Hvernig finnum við F núll? Jú, það til jafna fyrir það. Sem lítur svona út. Hérna þurfum við þá bara að finna F þver. F þver sama og þyngdarkrafturinn, eða Fg. Og Fg sama sem m sinnum g. Og þetta verður hérna 45.500.000 kíló sinnum 9,8. Og það getur reiknað út af því. Þá komið F þver, þá getur við fundið F núll. Og ef það með F núll, þá getur við fundið F stór.
og þá erum við komið með lausnina á þessu dæmi. Þessu skemmtilega dæmi.